Ríkisendurskoðun telur að Landsbankinn hafi selt Borgun á undirverði, ekki fá svör við því hvort bankastjórinn njóti trausts. Segjum ykkur fyrst frá því að formaður bankaráðs Landsbankans vill ekki svara því hvort bankastjóri bankans njóti trausts til að sinna starfinu áfram í kjölfar skýrslu Ríkisendurskoðunar eignasölur bankans. Ríkisendurskoðun telur vinnubrögð bankans við sölurnar hafa skaðað orðspor hans, auk þess sem lægra verð fékkst fyrir eignir miðað við verðmæti. Gunnar Atli Gunnarsson segir nánar frá þessu. Ríkisendurskoðun birti í dag skýrslu eignasölu Landsbankans árin 2010 til 2016. Í skýrslunni sérstaklega vikið að sölu bankans á hlut sínum í 7 félögum, en hlutirnir voru allir seldir í lokuðu söluferli. Í niðurstöðu Ríkisendurskoðunar kemur fram: allar þessar sölur fóru fram í lokuðu ferli og í sumum tilvikum fékkst líklega lægra verð fyrir eignarhlutina en vænta mátti miðað við verðmætin sem þeir geymdu. Ríkisendurskoðun telur Landsbankann hafa þurft að fylgja betur þeim megin kröfum að selja eignir í opnu og gagnsæju söluferli eða rökstyðja ella frávik frá þeim kröfum. Þá segir að mati stofnunarinnar hafa vinnubrögð bankans við eignasölur á undanförnum árum skaðað orðspor hans, auk þess sem hann lét ekki alltaf á það reyna með fullnægjandi hætti hvort fá hefði mátt hærra verð fyrir eignirnar. Ríkisendurskoðun gagnrýnir Landsbankann sérstaklega fyrir að hafa ekki aflað sér nægilegra upplýsinga greiðslukortafyrirtækið Borgun, meðal annars aðild fyrirtækisins að Visa Europe, en við söluna var ekki gert ráð fyrir arði af sölu Borgunar á þessum eignarhlut. Hins vegar sé erfitt að meta þá fjárhæð sem bankinn fór á mis við. Landsbankinn hefur haldið því fram að hann hafi ekki vitað aðild Borgunar að Visa Europe. Þetta segir í skýrslunni. Miðað við athuganir Ríkisendurskoðunar við gerð þessara skýrslu hníga engu að síður ýmis rök til að álykta sem svo að Landsbankinn hefði mátt vita að Borgun væri aðildarfélag að Visa Europe. Loks segir í skýrslunni: þeirri ábendingu er beint til bankaráðs Landsbankans að grípa til ráðstafana til að endurreisa orðspor bankans. Helga Björk Eiríksdóttir, formaður bankaráðs Landsbankans, segir bankaráðið taka niðurstöðuna alvarlega og það hafi og muni bregðast við henni. Og við erum líka búin að innleiða stefnu bæði orðsporsáhættu og eignasölu, og þar er til dæmis gerð ríkari krafa að undantekningar frá opnu söluferli skulu samþykktar af bankaráði og ákvarðanir rökstuddar og skráðar. Steinþór Pálsson, bankastjóri Landsbankans, gaf ekki kost á viðtali vegna málsins í dag. Nýtur Steinþór Pálsson trausts bankastjórnar Landsbankans til þess að gegna sínu starfi áfram? Meðan hann er bankastjóri við stjórn bankans, þá nýtur hann trausts bankaráðs. En til þess að sinna því starfi áfram? Ég bara ítreka þetta svar. Hann er bankastjóri og meðan hann er bankastjóri þá nýtur hann trausts. Ríkisendurskoðun gagnrýnir aðferðir Landsbankans við eignasölur. Söluferli hafi ítrekað verið lokað og óvandað. Eitt dæmi sé sala Borgunar þar sem bankinn kannaði ekki til hlítar verðmæti hlutarins sem seldur var. Landsbankinn seldi fjölda eigna í lokuðu ferli og líklega of ódýrt að mati Ríkisendurskoðunar. Bankasýsla ríkisins fer nú yfir skýrslu Ríkisendurskoðunar. Skýrsla Ríkisendurskoðunar tekur til eignasölu Landsbankans árið 2010 til 16 og gerir Ríkisendurskoðun athugasemdir við 6 dæmi. Árið 2010 seldi bankinn Framtakssjóði Íslands alla hluti sín í Vestia ehf. Og Icelandic Group. Vestia átti meðal annars teymi, plastprent og húsasmiðuna og Icelandic Group var langverðmætasta eignin í sölunni. Icelandic Group átti á þessum tíma 31 dótturfélag og árið eftir söluna seldi Framtakssjóðurinn 12 þeirra fyrir sama verð og hann keypti alla samstæðuna. Árið 2011 var hlutur í Promen seldur í tvennulagi í lokuðu ferli. Salan var ekki borin undir bankaráð og var ekki í samræmi við starfsreglur, segir í skýrslunni. Árið 2014 seldi Landsbankinn hluti sína í Framtakssjóði Íslands SLHF og IEI sem áður voru Framtakssjóður Íslands. Ríkisendurskoðun segir söluverðið hafi verið 1 milljarði króna lægra en mat bankans á hlutnum og gagnrýnir vinnubrögðin. Ein umtalaðasta salan var á hlut bankans í Borgun. Í stuttu máli þá gagnrýnir Ríkisendurskoðun að salan hafi verið í lokuðu ferli og athugun og starfsemi Borgunar hafi verið ófullnægjandi. En sem kunnugt fólust mikil verðmæti í hlut Borgunar í Visa Europe sem síðar var yfirtekið af Visa í Bandaríkjunum. Ríkisendurskoðun telur að engan veginn hafi verið nógu vel staðið að sölunni og gagnrýnir vinnubrögðin. Kaupendurnir hafi haft yfirburðaþekkingu á félaginu og bankinn hafi ekki jafnað aðstöðumuninn með nákvæmri skoðun eða opnu söluferli. Þá gagnrýnir Ríkisendurskoðun söluna Valitor til Arion banka sem framfór í lokuðu ferli. Steinþór Pálsson, bankastjóri Landsbankans, vísaði á Helgu Björk Eiríksdóttur stjórnarformann þegar fréttastofa náði tali honum í dag.
Hún vísaði í yfirlýsingu sem bankinn sendi frá sér í dag þar sem segir að athugasemdir og ábendingar Ríkisendurskoðunar séu teknar alvarlega og búið sé að bæta úr mörgu því sem gagnrýnt er. Þá sé bankinn að undirbúa málshöfðun vegna borgunarmálsins og muni því ekki tjá sig það mál að sinni. Bankasýsla ríkisins einnig að skoða skýrsluna að sögn Lárusar L. Blöndal, stjórnarformanns Bankasýslunnar.